Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ. Þú varst að tilkynna svona ýmislegt á tímum COVID, ýmsar lausnir og ráð og í sérstaklega atvinnumálum ungmenna. Hvað geturðu sagt okkur meira þetta? Við erum að vinna út úr úrræðum sem að ríkisstjórnin hefur verið að bjóða, styðja við námsmenn til dæmis í sumar og búið til störf fyrir námsmenn. Sóttum 307 störf, fengum 307 störf, erum afar þakklát fyrir það. Og þetta eru eins og ég segi störf fyrir námsmenn frá 18 ára aldri, þarft að hafa verið í námi í vetur og þarft að vera skráður í nám að hausti. Því að hugmyndin er svo að þetta sé fyrir fólk sem að hefur ekki rétt að atvinnuleysisbótum, fær ekki vinnu í sumar en þarf engu að síður styrk og stuðning til þess að framfleyta sér inn á næsta vetur. Hvað verður þetta lengi og hvaða störfi eru í boði? Það eru alls konar störf, bæði inn á skrifstofunum, úti í garðyrkjuvinnu og umhverfisvinnu, hjá einstaka öðrum aðilum sem við leggjum þá til starfsfólk eins og til dæmis íþróttafélögunum og fleirum, þannig að þetta er bara mjög víða í kerfinu. Og hvað lengi? Styrkurinn gengur út á það að fólk hafi vinnu í 2 mánuði og þannig að ég held að við höldum okkur bara við það. En þetta mun hafa náttúrulega eitthvað þýðingu? Já, vonandi heilmikla og vonandi náum við að ráða 307 manns, vonandi eru 307 námsmenn á þessum aldri hér að leita sér að vinna þannig að við getum nýtt úrræði. En síðan erum við líka, tók bæjarráð Reykjanesbæjar ákvörðun í morgun um að hleypa öllum sem eru yngri en 18 ára en hafa ekki átt rétt á vinnu til dæmis í vinnuskólanum í vinnuskólan, þannig að þau ungmenni þau geta kærið þessu að fá vinnu þar, þá geta þau sótt og það munu allir fá vinnu sem sækja þar. Þú varst að ræða fleiri mál á þessum opna fundi, íbúafundi á netinu. Eru einhver stór mál sem hafa verið að bætast inn á listan hjá okkur, svona einhverjar úrlausnir síðustu daga? Ekki svo sem neitt sem hægt að tala en það er náttúrulega búið að tala þessu stóru verkefni eins og kom fram á bæjarstjórnarfundi daginn með Landhelgisgæsluna mögulega að flytja hingað. Það er nú orðið svona svolítið gömul saga, þannig að maður veit ekki hvað kemur út úr því. Nú það var líka í fjölmiðlum í morgun umfjöllun uppbyggingu fyrir Atlantshafsbandalagið hér á þessu svæði, bæði upp á Keflavíkurflugvelli og eins mögulega niður í Helguvík. Það hlaut ekki brautagengi en þetta er samt mál sem að ég held að sé ekki dautt alveg sko, þó að kunna vera það núna í einhver tíma. Og svo eru ýmis önnur mál, það náttúrulega var mikið spurt og margar spurningar kísilverksmiðju í Helguvík og hún er núna til umfjöllunar í kerfinu hjá okkur, það er að segja þessi drög að umhverfismati sem við erum með til umsagnar og þannig að það eru alls konar verkefni stór og smá í pípunum. Hvað af því verður svo að raunverulegum atvinnutækifærum er erfitt að segja akkurat á þessari stundu. Já, fólk er hugsi kísilver og bæjarstjórn hefur verið það náttúrulega líka. Já, en eins og ég sagði á þessum fundi að þá skynja ég andan í núverandi bæjarstjórn þannig að það sé meirihluti bæjarfulltrúa sem er, sko, vil ég segja bara aukinn meirihluti, það er bæði meirihluti bæjarstjórnar og svo einhverjir úr þá svokölluðu minnihluta sem eru á móti þessari framkvæmd. Við höfum komið þeim skilaboðum til eigenda verksmiðjunnar en þeir eru náttúrulega bara að halda sínu striki, þeir eru með leyfi og heimildir svona til þess að halda áfram og munu gera það væntanlega eitthvað. En þetta hefur ekki komið til endanlegrar afgreiðslu eða umsagnar hjá bæjarstjórn ennþá. Stakksbergs er að kynna þetta mál núna og fjalla þannig máli að það sé þessar framkvæmdir munu verða innan deiliskipulag sem nú þegar er í gangi. Getur bæjarstjórn Reykjanesbæjar hafa hún áhuga á því, komið í veg fyrir þessar framkvæmdir? Ég ætla ekki að svara því núna, ég veit ekki. Ég hef ekki lúslesið þessi drög umhverfismati ennþá
og veit ekki nákvæmlega hvað í því. Við erum að lesa þetta eru mörg skjöl og þung og flókið mál, þannig að við erum bara að fara yfir þetta. Þannig ég þori ekki að segja neitt til hvort eða hvernig það færi. Þú fékk spurningu á íbúafundunum hvernig Reykjanesbær þolir þetta. Eru þið til dæmis búin að sjá hvernig aprílmánuður kom út? Til dæmis bara hvað varðar reksturinn? Finnið þið strax til dæmis fyrir samdrætti í tekjum? Já, við finnum aðeins fyrir því nú strax og aukin útgjöld í mörgum þáttum. En við höfum sagt að sko, það er erfitt að segja til hvernig þetta fer eða endar. En við erum viðbúin því að aðalhöggið komi í haust. Þegar að sumarstörfum lýkur og fólk dettur út af uppsagnarfresti, þeir sem eru svona í hærri launum kannski og inn á atvinnuleysisbætur, þá munum við finna verulega fyrir tekjusamdrætti en þá líklega ennþá frekar útgjöld. Þannig að það var spurt þanþol bæjarsjóðs. Ég þori ekki að segja eða nefna einhverja tölur í því, en það er verulegt. Við höfum verið að búa okkur í haginn með því að taka til í rekstrinum undanfarin ár og greiða niður skuldir, og það hefur gengið ágætlega, og þannig að við eigum alveg svigrúm til þess að gera betur, en vonandi kemur ekki til þess. En það hefur þá verið þokkalega, við skulum segja bara góða frétti núna í vikunni þegar við talum að opna landið? Já, það væri bara akkurat það sem allir eru að bíða eftir. Þó að sé erfitt að sjá fyrir sér hvenar eða hvaða afleiðingar það hefur, hvort að hingað muni flytjast ferðamenn annars staðar frá. Nú veit maður ekki hvaða þessum löndum sem eru þó að fljúga hingað, hvað mörg af þeim eru opin eða verða opin, og hvort að fólk yfir höfuð þori að ferðast eða fljúga.